Ég ætla að reyna að útskýra eins fljótt að ég get hvar við finnum upplýsingar hvað að herða tengiskrúfurnar á öryggjunum mikið. Ég er hérna með nokkrar mismunandi gerðir. Eitthvað svona gamalt, nýtt og nokkur ára gamalt. Og svo var ég að setja nýjan bílaransensrofa B-gerð í hérna fyrir hleðsluna á rafbílnum mínum, þannig að við sjáum hvernig það verður. En ef við byrjum á af hverju þarf að tengja, þarf að herða skrúfurnar, tengiskrúfurnar rétt. Það er einfaldlega vegna þess að ef við gerum það ekki, að þá herðum við þær annarkvort of mikið eða of lítið. Ef við herðum þær of mikið, þá brjótum við öryggið og þar með það náttúrulega bara ónýtt. Ef við herðum þær of lítið, þá er alltaf hætta á tengingin losni eða hún hitni. Og það viljum við ekki gera, við viljum ekki fara að kveikna í og trú tengingunni. Hver eru helstu ástæðurnar fyrir að fólk herðir of mikið, rafvirkjar herða mikið og lítið? Stundum hreinlega gleymist að herða og þess vegna þarf nú að fara yfir herslutina nokkrum sinnum áður en að staðan er yfirgefin. Og svo er þetta bara svona mannleg mistök. Við sjáum það alveg fyrir okkur að sterkur einstaklingur, hann er alltaf í pínu vandræðum, hann er alltaf hættu með að brjóta tengingarnar, herða mikið, og þeir sem eru aumir, að þeim hættir til að herða á lítið. Og það er eitthvað sem við viljum bara hvort ekki viljum ekki sjá. Það er bara ein leið til þess að gera þetta rétt og það er að nota herslumælir. Það er hægt að fá skrúfjárn í dag sem kosta ekkert alltaf mikið og er mjög auðvelt og þægilegt að stilla, og það er alveg sjálfsagt að nota þau til þess að stilla rétt þegar maður er að herða þessar tengingar. En hvar finnum við upplýsingarnar hvað á að herða þetta mikið? Það er orðið mjög algengt í dag, ef þú ert með svona öryggi, þú ert að fara að setja það í, að það standi bara einfaldlega hérna á hliðinni einhvers staðar. Og það stendur eitthvað, og þetta er tala sem er svona yfirleitt á bilinu 2 til 3,5, 2 til 3,5 newtonmetrar. Stórt N og lítið M. Það er ekki á þessum hérna, ég veit ekki hvað þetta er splungun eitt út. Ég segi hérna hvað afeinangra vírinn mikið, en þeir ekki segja frá því hvað að herða skrúfurnar mikið. Og hér er annað. Þetta er Idon, þetta er SRAC. Þetta er augljóslega framleitt í sömu verksmiðjunni. Þetta er bara alveg eins. Sér hvor merkingin á því bara. SRAC hefur verið svona með lægstu tölurnar, 2 til 2,4. Siemens hefur verið með 3,5. Ég veit ekki hvað að herða þetta dót. Hérna er ég með sambyggðan bilunarströmsrofa og öryggi, 16 ampera frá SRAC. Og ég hef búinn að leita lengi, engar upplýsingar. Svo alveg þegar maður tekur fram gleraugun og rýnir hérna ofan í, pínlítið smátt letur hérna. Þetta er svo smátt hérna að ég veit bara ekki hvort það stendur sem sagt hér hvað á að herða tengiskrúfurnar mikið. Þá þarf maður að rífa kassan í sundur svona að lesa á þetta. En ok, þetta er þarna allavega. Og svo er spurningin,
Hvað átti ég að herða bílunarstöndsrófan frá ABB mikið? Það það sama, það er ekkert í kassanum, það er ekkert hérna, það er ekkert á þessu blaði hérna. Það fylgdi með. Það er ekki smá listi hérna. Það er alveg bara þennan nokkrum tungumálum. Það er ekkert á þessu. Það er ekki gott. En ég fann hins vegar upplýsingarnar það og þar kemur núna inn að klippi ég inn í vídeóið hvar það er. Hvað stendur hér? Er þetta ekki upplýsingar hvað að herða tengiskrúfurnar mikið? Þessum sprungu nýja B-typu bílunarstöndsrófa frá ABB. Þannig sá ég hvernig merkingin er á þessu og það er mjög algengt að það sé merking eitthvað staðar nálægt, annarkvort þarna á hliðinni eða bara nálægt tengiskrúfunum hvað á herða er mikið. Og auðvitað skiptir síðan máli að nota rétt skrúfjárn. Þið þekkið þetta hérna. Töfluskrúfjarnir sem við rafvirkjarnir notum. Hérna eru nokkrar mismunandi græjur sem hægt er að nota til þess að hærslumæla. Sýnum ykkur þetta hérna síðast. Hér erum við með skrúfjárn frá Phoenix, frá Running og það er skalinn hérna og það er einfaldlega þessu smellt hérna upp hérna og svo skrúfum maður bara. Við ætlum að stilla þetta á 2,4 og svolítið meira. 2,3 hérna það sé bara og þið sjáu skalinn hérna á þessu hérna og það smellur svona, það skreppur yfir þegar maður er búinn að herða nóg. Það er ekki hægt að herða mikið. Svo erum við annað hérna frá Víhöfða. Þetta hefur verið hægt að fá hjá Rafport. Það er stillt hérna svona. Stingur þessum sexkant enda hérna í. Og gluggi hér. 2,2, 2,4, sá þetta. Fer stöngin hérna í þessi. Smellir henni svolítið skart í. Hér er skrúbitinn. Það er sjálfsögðu þetta sem við viljum hafa. Svona. Það er eins að það smellur þegar það er búið að herða nú. Síðan er þessi hér. Það er til eiginlega alls konar svona autoskátt. Núna er það flottust eru svona digital og ég var nú búinn að stilla þetta hérna á 2,8, svo fara þetta niður í 2,4. Þetta er verkfæri sem ég nota þegar ég er að fara yfir verkefnin ykkar. Hvort að þið hafið hert rétt. Ég á eftir að fá hérna að toppa á þetta, en þið getið séð hérna hvað gerist. Ég teka á þessu. Ég sé hvað er búið að herða mikið. Ég get bara lesið á hvað þið hefur hert mikið. Og þetta er þessar helstu greiðar. Síðan eiga öll þessi mekanísku járn sameiginlegt og þegar maður er búinn að nota þau þá þarf maður að
skrúa þið niður á 0 aftur. Alltaf að skrúa aftur niður á 0. Það sem ég ætla að gera næst að sýna ykkur hvað að finna upplýsingarnar að þeir eru ekki svona auðfinnanlegar, að þeir séu hreinlega skrifaðar á hlutina. Og þá ætla ég að leita þessu á veraldarvefnum, það er svokallað internet. Það er alltaf hægt að leita, það er mjög auðvelt að finna allar upplýsingar svona rammastótt. Við getum skrifað bara hérna Eaton, hvað er þetta? PLSM C32 og setjum það bara í Google hérna og leitum og það koma hrökkva upp alls konar upplýsingar. Það er aðeins betra að gera þetta í tölvu heldur en í síma, en ef maður er náttúrulega bara staddur ekki stort í bæ þá maður bara með snjalla síman sinn í vasanum og notar hann. Það er sem sagt til datasheet eða tækniblað yfir alla hluti sem við rafvirkjar þurfum að nota. Það er alveg sama hvað rafmagnstótið er, það er til tækniblað yfir það, eða svokallað datasheet. Hér sjáum við nú bara strax að í tölvunni, þetta er mjög þægilegt. Hérna stendur bara eitthvað bla bla bla, myndir breytingar sem PLSM, terminal fastening torque 2 til 2,4 newtonmetrar. Aðeins neðar hérna Torque de los Bornés. Þetta er eitthvað ítölsku, sömu upplýsingar. Ég kannast alveg við þessar tölur fyrir SRAC og Eaton sem eins og ég sagði nú eru sami framleiti. 2 til 2,4 newtonmetrar. Og við sáum hvað átti að herða mikið frá ABB. Þetta er sem mismunandi eftir framleiðendum. Þetta er mismunandi hvaða búnað maður er með og fyrir okkur fagmennina þá þýðir ekkert að segja ég hélt að þetta herða svona mikið. Svarið hjá okkur fagmennunum er alltaf það munurinn á fagmanninum og fúskaranum. Ég er alveg viss að það átti að herða þetta svona mikið og ef að það er rangt þá voru upplýsingarnar frá framleiðandanum rangar. Ég var með upplýsingarnar beint frá framleiðanda. Það er það sem við gerum. Þið leitið sem sagt af upplýsingunum hvað á að herða búnaði mikið sem þið eru með og þá meina ég allar tengiskrúfur sem þið eru að fara að tengja rafmagnsvélana í. Kubbana, örygginn, bíllandsteinsrófuna. Stundum með sikkur herslan á bíllandsteinsrófunum og sjálfarinu. Þið eru þarna með varrofa, nefasett, hvað á að herða hann mikið? Er það sama? Er það sami framleiðandi? Er það aðrar herslur? Stærri skrúfur? Ef engar upplýsingar er að finna frá framleiðandanum, þá neyðumst við til þess að nota einhverja staðlaga boltatöflu og hún er þarna inn á dreinamanni þarna hjá okkur. Þessi hér og þá er þetta að fara yfir hana. Og það er svona algengt, við erum yfirleitt 5 mm, þetta M5 hérna er ekki herslan sko, heldur er þetta gengjurnar eða sem sagt stærran á boltan. Þetta er yfirleitt 5 mm skrúfur og við sjáum að við erum yfirleitt hérna á þessu bili. Þannig að við sjáum að Siemens er að fara hingað upp og hin eru hérna niðri, þannig að 2,5 er, ef við vitum ekki betur, 5 mm bolti 2,5.
6 mm botni 4,5. Þessar tölur hérna er sem sagt hversu hart stálið er í boltanum. Hérna er harðast og sterkasta stálið. Það er algengt að rifritt stál sé eitthvað staðar á þessu bíli hérna og síðan ódýrasta járnið sem er notað í boltan er á þessu bíli hér. Og það er yfirleitt bara hérna, menn er yfirleitt hér í rafmagnsdótinu. Nema greinilega þetta Siemens er hérna aðeins betra stál.